Nú ætlum við að halda áfram með líkindin. Kjósa á formann og gjaldkera og ritara í Ungmennafélaginu. Lóa, Finnur og Hallur í framboði. Hvað getur þau ráðast á marga vegu? Þau geta öll skipað 1, 2 og 3 embætti. Það þýðir að þá að kjósa og Lóa getur verið í einu embætti eða 2 eða öllum. Og Finnur líka og líka Halli. Þá að kjósa formann, þá að kjósa gjaldkera og ritara. Hvað eru margir möguleikar? Við skulum bara byrja á að kjósa formann. Hvað eru margir möguleikar? Þeir eru 3. Skiptir einhverju máli því að ef að Lóa kosin formaður, getur hún líka verið gjaldkeri? Já, það er tekið fram. Þannig að þegar við kjósum svo gjaldkera, þá skiptir einhverju máli hver á kosin formaður því að hann er líka í framboði. Þannig að hér eru líka 3 möguleikar. Og þegar kemur að því að kjósa ritaran, þá hafa fyrir kosningar engin áhrif, það eru líka 3 möguleikar. Svo margföldum við þetta saman. 3 sinnum 3 sinnum 3. Út úr þessu fáum við 27 möguleikar. Það er haldið FIFA-mót í félagsmiðstöðinni. Jói, Raggi, Linda og Björg eru skráð til leiks. Hvað getur þau raðað sér á marga vegu 4 efstu sætin? Þetta er svipað dæmi nema. Hér er svolítill munur. Það er 1. sæti, það er 2. sæti, það er 3. sæti og það er 4. sæti. Hvað eru margir sem geta raðað sér í 1. sætið? Það eru 4. Hvað eru, ef að 1 er í 1. sætið, þá skiptir einhver máli hvert þeirra það er. Hvað eru þá margir eftir til þess að skipa 2. sætið? Það eru 3. Nú er búið að fylla, eru 2 nöfn föst. Hvað eru margir eftir til þess að skipa 3. sætið? Það eru 2. Og 4. sætið, það er 1. Hér sami aðilinn getur ekki verið í 1. sæti og 4. sæti. Eða 3. og öðru og svo framvegis. Þannig að hér gerum við 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1. Út úr þessu fáum við 24 möguleika. Það skiptir semst öllu máli hvort að það er hægt að nota sama einstaklingin aftur. Í dæminu áðan var hægt að nota aftur, þá lækkar þetta ekki, þá er þetta alltaf bara margföldu við saman sinnum fjölda möguleika eftir hvað þetta eru mörg sæti. En ef einstaklingur er fastur í sætunu, það er ekki hægt að nota einstaklingin tvisvar, þá fækkar möguleikunum í hvert skipti. Þess að töluna sem við margföldum saman, það er lækka. 4, 3, 2, 1. Og það er í raun og veru, við þurfum ekki að tekna þetta svona upp, við getum bara talið 1, 2, 3, 4 möguleikar, þá er þetta 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1. Og fáum svarið. En þá er þessu lokið.